Já, í þessari viku sem var að líða þá eru margar góða fréttir en sumar eru verri en aðrar og við ætlum að sjá hérna af mbl.is allir fjölmiðlar svo sem fjölluðu þetta Laxness hverfur úr skólum landsins og þá eru margir sem að stukku til og segja þetta nú bara falsfrétt, hann ekkert að hverfa, það verður áfram lesið ljóð eftir hann en það sem staðreyndin svo að innan við þriðjungur framhaldsskólanema les nú skáldsögu eftir Laxness sem hluta af skyldunámi sínu í íslensku og þar af sjálfstætt fólk aðeins lesin í 4 skólum af 29. Þetta hlutfall virðist hafa lækkað mikið á allra síðustu árum en kennarar segja orsökin að vera minnkandi lesskilning, dvínandi orðaforða sem og breyttan tíðarenda. Og nú eru bækur skáldsins á enn hraðari útleið og virðist alltaf hætta að kenna þetta alfarið, þessar stóru skáldsögur sem hafa verið ég held að þetta hafi alveg verið Atómstöðin og hvað var það, Salka Valka en Íslands klukkan hérna það ekki, ég man eftir að hafa lesið hana í fjölbrautaskólanum í Garðabæ og jafnvel hvort það hafi verið í Garðaskóla hvort það hafi byrjaði svo snemma en þetta hérna sérstök frétt hér til viðtals Halldór Guðmundsson, ævisagnaritari Halldórs Laxness og spurður að því hvaða þýðingu það hafi fyrir bókmenntaþjóðin Ísland að nú fari í gegnum skólakerfið kynslóð sem ráði ef til vill ekki við verk á borð við skáldsögu Laxness bendir Halldór á að það séu bókmenntir sem hafi í 1000 ár haldið Íslendingum saman sem þjóð. Sagnaarfurinn hefur fylgt þjóðinu frá landnámi. Ég hef áhyggjur af þessu að því að bókmenntirnar hafa verið okkar leið til að finna okkar samastað í tilverunni. Við hefum engar gamlar kirkjur eða stórar hallir eða neitt slíkt en við getum bent á einhverja þúfur á Suðurlandi og sagt að þarna hafi Njála gerst. Og á síðustu árum hafa nýir Íslendingar til dæmis líka fundið sér samastað hér með því að skrifa bókmenntir á íslensku. Annað betra viðtal sem ég sá var líka á MBL og mér fannst eiginlega brilljant bara snjallræði hjá blaðamanni, hún heiti Hólmfríður og hún ákvað að taka upp tólið og hringja bara í Dóra DNA sem auðvitað barnabarn Nóbelskáldsins og átti bara við hann stutt spjall í síma sem var þessi fína frétt og hefur byrjað svo fyrirsögnar ég heldur sér að missa stjórn á þessu. Hann segi, ég hef bara engin svör, ég hef bara áhyggjur, segi barnabarn og nafni Nóbelskáldsins okkar Íslendinga Halldór Laxness Halldórsson við þeim fregnum að bækur af að hann sé á útleiðu framhaldsskólum og hann telur að sé að ræða uppgjöf á versta tíma gagnvart íslenskunni og spyr hvort hinn bókaelskandi þjóð í norðri sé nú orðin hinn símaelskandi þjóð einhvers staðar í Ballarhafi. Í stað bókmenntaarfsins séu pulsur kannski bara orðnar nýja identityð okkar. Kannski eru þau bara fólk sem finnst pulsur góðar. Kannski er það bara eitthvað sem við höfum að kenna okkur við. En það skýrði hann ekki hljómsveitina sem bæjarins bestu? Jó, var það ekki? Jó. Það rétt. En þetta er grátlegt sko og þetta náttúrulega eins og hann segir skilur þú veist sem ættingi að sorglegt en þú veist aðalatriði að sorglegra að bara börn ráði ekki við að lesa þetta það stóra fréttin og það nú ekkert langt síðan ég las síðast skáldsögu eftir Laxness, ég held að það bara verið í fyrra eða fyrra á þessu ári, ég las náttúrubarnið barn náttúrunar og það sem var náttúrulega ævintýralegt við að lesa þá bók var að hafa í huga að Halldór Laxness var 15 og 16 ára þegar hann skrifaði bókina. Já. Og maður bara, hefur lest textan, bara hvað, hvers þess undrabarn, þú veist, en núna 15 og 16 ára barn, það ekki ræður ekki einu sinni við að lesa hann. Það getur búið til TikTok, myndbönd, kannski eitthvað TikTok dansa. Mæmað eitthvað lög á ensku. Hann Dóri segir einmitt og veistu hvað, ég fór hann á TikTok í fyrsta skipti fyrir 4 dögum síðan og ég held við að missa stjórn á þessu. Þá spyrt blaðamenn á íslenskunni? Nei, á samfélaginu bara. Ég held við bara missa stjórn á því fallega sem við eigum. Og ég meina, okkar þjóðareinkenni var alltaf okkar bókelska þjóð í norðri og hér á fornöld voru skrifað 300 bækur og meðan það voru skrifað nokkar á Norðurlöndunum. Og hann segir sorglegt að þetta þjóðareinkenni sé að mást út úr menningunni og að svo virðist sem ekkert kom í staðinn. Og þetta meðal annars þess að Snorri Másson mikið að tala og fær sko á sig hundaflauts ásakanir rasista einhvern veginn, af því að hann vill varðveita íslenskuna. Dóri spyr eigum við kannski ekki að vera að kenna okkar eigin bókmenntasögu, kannski á bara að skipta út sjálfstæðu fólki fyrir tár, brós og takkaskó og ráða krakkarnir við það, spyr Dóri. Eins og þessi framhaldsskólakennari sem við töluðu
við sem segir bara að þetta var bara tilgangslöst að reyna að fá þau til að lesa þetta og segir þetta bara alltaf sorglegt, þetta virðist alveg vera hrikaleg uppgjöf á versta tíma og það er einmitt það sem að ég held að það sé hárrétt orð til að lýsa þessu, þetta er uppgjöf af því að við erum að missa svona eiginleika til þess að halda í íslenskar bókmenntir að þá ætlum við bara að segja já, að bara sleppu þetta er eins og með þágufallssýkina að fólk er svona farið að segja bara að svo margir Íslendingar með þágufallssýki að við bara að hafa það bara þannig, við bara viðurkenna þágufallssýkina. Ég er mjög svona þágufallssjúkur haltur gæi, ég er náttúrulega bara, fór ekkert í framhaldsskóla og bara aldrei að lesa bækur og horfði bara á einhverja bandaríska bíómyndir, skilurðu. Já. Ég sé alveg feitt eftir, ef við hvað ég meina. Já. Skilurðu mig að... Já, ég skilurðu. Það er bara so sorry maður, en ég... En ég hef nú samt alveg talað við menn sem tala verið íslensku en þú. Já, algjörlega. Það er þetta ég kannski slepp bara með að hafa fengið svo á því og setna meir þegar svona viðraði til. En það er ég sé líka eftir því að ég á meðan ég gekk í gegnum framhaldsskóla, fjölbrautaskólann í Garðabæ, að þá fannst mér þetta allt vera svo mikill viðbjóður og þetta var svo mikil skylda þó að það sé ekki skylda í gangi gegnum framhaldsskóla og þá var einhvern svo skylda á herðum mínum að ég yrði að klára þetta helvíti stúdentspróf. Ég hafði engan áhuga á því, ég fannst þetta allt ömurlegt, ég fannst þetta að vera algjörlega tilgangslaust og ég sá ekki neitt í þessu. En í dag sé ég þetta með allt öðrum augum og ef að einhver hefði getað blásið mér í brjóst og einhvern svona metnað fyrir þessu, þá hefði ég verið í miklu betri málum. Algjörlega sammála. Þetta er það sem ég sé hvað mest eftir. Að bara hafi ekki haft áhugan. Já, af því ef ég hefði áhuga á hlutunum, þá gerði ég það upp á 10. Alltaf. Sama hvað það var, þá var ég með það upp á 10, skilurðu. Það sem bjargaði mér í gegnum fjölbrautaskólann í Garðabæ var sem sagt myndlist. Ég byrjaði á félagsfræðibraut og var bara ég sem sagt var bara með mínus einingar fyrstu 2 árin. Ég náði aldrei að klára neitt og fjall á mætingu aftur og aftur. Og Sigga, myndmenntakennari, hún tók eftir því að ég fílaði myndlist og svona og það enda á því að ég skipti yfir á myndmennt og handíðabraut og bara einhvern veginn í svona gjörgjæslu hjá Siggu myndmenntakennara. Hún verður svona minn umsjónarmaður í gegnum hennar skóla og það var með svona aðal áherslu á myndlist og ég náði einhvern veginn að harka mig gegnum hinn íslensku og starffræði með bara því að ég hafði gaman að vera í myndlist. Já, þannig hjá mér með sögu, það var svona eina svona sem, og það var aldrei Íslendingasaga. Það var alltaf svona, Alexander Mikli, Róm, svona dæmi. En það vantar bara þetta að kveikja á hann. Algjörlega. Að því, kveikja neistan. Já. En það er Hermundur segir, kveikja neistan. Það er eitt í þessu sem mér finnst það svolítið vera að koma með aðal dæmi í þessu, hann Dóri. Ég fíla Dóra mjög mikið. Já, hann er frábær. Og en hverju erum við erum að banna börnum að reykja eftir ákveðin tíma, drekka áfengi, fá sér tattoo og þetta er allt skaðlegir hlutir. Hvenær ætlum við að opna augun fyrir hversu snjallsímar eru skaðlegir börnum? Ég veit þetta er forræðishyggja, skilurðu og eitthvað svona, en þetta er seriously skaðlegt. Þetta er eitt mest ávanabindandi efni sem réttir börnunum þeirra. Og það gerir bara heimskan. Þú lest ekki, þú horfir bara okkur 7 sekúnda næsta. Það er mesta eitrið og við erum að stoppa þetta heima hjá okkur. Okkar 4 ára gutti, hann er alltaf kominn á þetta YouTube Shorts. Og það er bara 7 sekúndna myndbönd og þetta, við finnum bara að athyglin hans verður engin. Hann hefur ekki úthald í eitt eða neitt. Algjörlega. Þetta verður alltaf að vera svona snögg quick fix. Já. Og þetta er bara, þetta hefur bara instant áhrif. Leið og hann er að horfa á nokkuð svona myndbönd og þá bara hann sogast inn í þetta. Þetta er baneitrað. Svo er TikTok er alveg nákvæmlega sama. Ég var allir samfélagsmiðlar. Þeir bara, hvað getur við gert til að gera fólk sem mest hátt þessu að það bara getur ekki stoppað og börnin verða bara undir þarna allir svakalega. Algjörlega og einmitt við sem erum gegn forræðishyggju eigum samt að geta séð af því að það er
það er ekkert athugavert við það að banna börnum að reykja sígarettur Nei. að drekka áfengi. Ekki neitt. Það ætti að vera nákvæmlega sama sem ávið Snjallsíma. Þetta verða bara gangandi zombi sem að hafa ekkert athyglisbann. Og það er rosalega erfitt fyrir foreldra að taka eitt ákvörðun þetta. Nei, þú mátt ekki vera með þetta. Þegar allir í bekknum, allir í árgangnum er að nota þetta. Allir vininir eru með þetta. Nákvæmlega. Þú veist, þetta þarf að vera eitthvað svona unified dæmi, sko. Hvar var ég eftir að sjá einhverja fréttir stólu mér fannst eins og ég að vera að sjá einhverju nágrannálandi þar sem að það er í Danmörku eða eitthvað þar sem vera að banna Ég meina, kennarar eitthvað samband Íslands á mótið í að banna síma í skólum. Ég skil ekki hvernig þeir komast að þeirri niðurstöðu. Svo er eitt að banna síma og annað að banna samfélagsmiðla. Já, það er auðvitað átt að geta hringt og sendt skilaboð til, þú veist. Og jafnvel notað spjaldtölvu eða eitthvað, þú veist, sem eitthvað svona upplýsingatæki. Algjörlega. En þessir samfélagsmiðlar og algoritmamiðlar einhvern veginn, þeir eru bara algjört eitur. Já. Og það að við séum bara búin að gefast upp og ætlum að hætta með Halldór Laxness í grunn- og framhaldsskólum sko, er auðvitað bara algjört volæði og þetta er ömurleg þróun. Þetta er það sem að, eins og ég sagði á hann, Snorri Másson hefur verið að tala fyrir og ef þetta er þannig að krakkarnir hafa ekki lengur bara burði til þess að lesa þetta, þá þurfum við, eins og Dóri reynda segir, sko, þetta frekar að gefa bara í hináttina. Það hefur gefast upp, algjörlega. Setjum frekar bara enn leiðilegri bækur á dagskrá, enn þyngri verk, segir hann og spyr blaðamann hvort að brennin og þess að enn kendi í framhaldsskólum. Ég held að bæði Íslendingasögurnar og þyngri bókmenntaverk séu útleið, segir blaðamaður, og það segir, já, það þykir mér alltaf sorglegt að hinn bókaelskandi þjóð í Norri er bara orðin hinn símaelskandi þjóð einhvers staðar í Ballarhafi. En hvað finnst þér mikilvægast að krakkar læri í skóla? Það er að fucking lesa. Já. Lesa sér til gagns. Lesa og stærðfræði. Sko lesa er nummer 1, 2 og 3, svo kemur stærðfræði nummer 4, 5 og 6. Ég myndi segja það. Og þá bara, þú veist, ef þetta er svona akút mál að krakkar, bara meiri hluti krakkar ekki geta lesið sér til gagns eftir grunnskóla, þá það bara algjörlega að umbylta skólakerfinu. Já. Það þarf bara að setja allan fókus í þetta. Og það þarf að finna einhverja leiðir til þess að kveikja, þannig að þetta verði raunverulegt, eitthvað sem að krakkarnir eru bara, wow, minnst það cool, skilur. Já. Þú veit ekki að Laxness hafi skrifað þessa bók 16 ára gamall. Já. Og vákaðan er, veist, hvað höfuðið á hennum er magnað einhvern veginn að geta hugsað og skrifað þetta niður. Algjörlega, og líka ef þetta er áasvist tengt, var ekki þá sniðugt að fótboltastrákarnir myndi lesa ævisögu Ronaldo. Já. Var ekki sniðugt að, þú veist, stelpur sem hafa á söng myndi lesa ævisögu, þú veist hvað ég menna, þú verður bara aðlaga. Já, mitt. Þú veist, að áasviðinni þá. Já, og samt einhvern veginn, eins og ég segi, þú veist, ég held að Snorri Másson, hann sé svona gott dæmi svona vel heppnað ungmenni sem að hefur farið í gegnum skólan af miklum áhuga. Já, hann náttúrulega með gáur líka, alveg afburða gáur. Hann er eldklár og það er einhvern veginn, þú veist, svona þegar ungir menn sjá svona einhvern veginn í ljóma Íslands söguna, þú veist, og finnst þetta að vera magnað og flott og merkilegt. Þá hafa þeir áhuga og þá drekka þeir þetta í sig. Já. Það þarf einhvern veginn að finna einhverja svona solid leiðin sem maður segir á lélegur íslensku til þess að kveikja á því. Algjörlega. Ég er ekki með, þú veist, lausnina nákvæmlega en það hlýtur að þetta reyna að leggja áherslu á það og finna það út. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.